Háttvirtur 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason tekur til máls og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra. Virðulegi forseti, í gærkvöldi fór fram hér atkvæðagreiðsla fjárlög við aðra umræðu og hún markaði tímamót í málefnum Ríkisútvarpsins. Annars vegar vegna þess að felld var tillaga stjórnarandstöðunnar að Ríkisútvarpið nyti áfram óbreytts útvarpsgjalds og sú aðgerð kom í kjölfar ítrekaðra aðfinnslna og útásetninga af hálfu stjórnarmeirihlutans í garð Ríkisútvarpsins. Og þegar að ríkjandi stjórnvöld láta fjárveitingar til frjáls fjölmiðils ráðast af afstöðu til fréttaflutnings hans, þá erum við á mjög hættulegri braut sem lýðræðisríki. Og þetta er sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að hæstv. Forsætisráðherra hefur hér í svari við mig áður lýst yfir sérstökum áhuga Framsóknarflokksins á að standa vörð Ríkisútvarpið og það er líka vitað að hæstv. Menntamálaráðherra gaf stjórn Ríkisútvarpsins sem var samhljóða í óskum óbreytt fjármagn til stofnunarinnar að hæstv. Menntamálaráðherra gaf stjórninni upplýsingar það í vor að hann myndi beita sér fyrir óbreyttu útvarpsgjaldi og til þess nyti hann tilstyrks hæstv. Fjármálaráðherra og hæstv. Forsætisráðherra. Og nú þegar að hæstv. Forsætisráðherra hefur staðið hér að afgreiðslu sem í fyrsta lagi gengur gegn lýðræðislegum grundvallarleikreglum og í annan stað kemur þvert á yfirlýsingar sem hæstv. Menntamálaráðherra hefur gefið og hann hefur sem sagt þá gert sinn eigin menntamálaráðherra ómerkingi. Hvernig ætlar hæstv. Forsætisráðherra að standa við það sem hann hefur sagt að Framsóknarflokkurinn vilji styðja við Ríkisútvarpið og tryggja veg þeirrar stofnunar? Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég heyri að yfirdrifin yfirlýsingagleði gærkvöldsins heldur áfram hér af hálfu hv. þingmanns Árna Páls Árnasonar. Það er alveg furðulegt, virðulegur forseti, að menn skuli leyfa sér að tala aðför og árásir og slíkt gagnvart hinu og þessu í flestum eða öllum tilvikum þegar að ræða verulega aukningu fjárveitinga til hinna ýmsu málaflokka og stofnana. En allt þetta árás, pólitískar aðfarir og ég veit ekki hvað. Þegar að við berum saman hvernig þessi ríkisstjórn hefur staðið að þeim málum sem að hv. þingmaður nefndi hér í upphafi, til dæmis varðandi stöðu eldri borgara og öryrkja, eða stofnanir eins og þá sem hann spurði sérstaklega þá sjáum við að í öllum tilvikum núverandi ríkisstjórn að leggja meira til þessara þátta í fjárlögum heldur en sú síðasta. Og með rökum hv. þingmanns þá geti ég miklu frekar sakað hann að hafa verið í aðför að öllum þessum hópum og þessum stofnunum, eins fráleitt og það nú væri, virðulegur forseti. Þetta er viðkvæmt, virðulegur forseti. Hér byrjar hv. þingmaður Svandís Svavarsdóttir að kalla fram í á sama hátt og af sömu biturð og birtist okkur í gærkvöldi. En virðulegur forseti, eins og hæstv. Menntamálaráðherra hefur útskýrt, þá þurfa mál að njóta stuðnings í þingflokkum stjórnarflokkana og auðvitað meðal ráðherra til þess að hægt sé að afgreiða þau til þingsins. Hæstv. Menntamálaráðherra hefur metið það sem svo og ég tel að það sé rétt mat hjá honum að tillögur á borði þá sem að hv. þingmaður Árni Páll Árnason nefndi hafi ekki notið stuðnings í þessum þingflokkum. Hins vegar verður hv. þingmaður að hafa það í huga að þessi ríkisstjórn hefur verið að setja fjármagn í þessa stofnun langt umfram það sem að hans eigin ríkisstjórn gerði og auk þess nú verið að afhenda lóð sem að vera í ríkiseigu, Ríkisútvarpinu til þess að styrkja enn rekstrarforsendur þess og verið að auka framlög til stofnunarinnar frá því sem að leit út fyrir fáeinum vikum síðan. Háttvirtur 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason tekur til máls. Virðulegi forseti,
Fyrirheitið sem hæstv. Menntamálaráðherra gaf stjórn stofnunarinnar var óbreytt útvarpsgjald og að hann nyti í því efni stuðnings hæstv. Forsætisráðherra og hæstv. Fjármálaráðherra. Hæstv. Forsætisráðherra kemur síðan hér upp og segir að mál verða að njóta stuðnings í stjórnarflokkunum. Er það þá þannig að hæstv. Forsætisráðherra getur ekki sannfært sína eigin liðsmenn þetta mál, eða er hæstv. Forsætisráðherra svo hverflyndur að hann búinn að skipta skoðun frá því í apríl? Og ef að hann telur ennþá að það þurfi að gera betur fyrir Ríkisútvarpið, hvað hyggst hann gera? Eða á að túlka svar hans þannig að hann telji nóg að gert og ætli að ganga gegn samstöðunni sem var mynduð í stjórn Ríkisútvarpsins þvert á alla flokka óbreytt útvarpsgjald og traustar rekstrarforsendur fyrir þessa mikilvægu stofnun til framtíðar. Næstu tekur til máls hæstv. Forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, þetta var nú undarleg spurning frá manni sem hefur orðið tíðrætt hér mikilvægi þess að efla þingið og virða þær reglur sem eiga að gilda þingræðið eða vald þingsins í samfélagi okkar. Og það vald liggur ekki hvað síst í fjárveitingavaldinu sem að er alfarið hjá þinginu. Þetta veit hv. þingmaður, og af því að hv. þingmaður kalla hér fram í nafn Vigdísar Hauksdóttur, hv. þingmanns, þá er hún þingmaður og hefur sem slíkur að sjálfsögðu með hinum þingmönnunum 62 fjárveitingavaldið. Þetta mál fjárlög ársins 2016 eru enn til umræðu og ég hef alltaf verið fylgjandi stefnu hv. þingmanns Össurar Skarphéðinssonar að ráðherrar tjái sig ekki mál sem að ekki eru fram komin, en fjárlögin í heild sem að vissulega eru fram komin má þó segja og minna hv. þingmann á að valdið er hjá þinginu og þar á það að vera. Næstu tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Óttarr Proppé, og beinir fyrirspurn til hæstv. Menntamálaráðherra. Virðulegur forseti, mig langar til þess að ræða örlítið við hæstv. Mennta- og menningarmálaráðherra og eins og þingmaðurinn sem ræddi hérna áður þá hef ég áhyggjur af stöðu Ríkisútvarpsins. Nú kom það í ljós í gær, eða var allavega samþykkt í annarri umræðu fjárlaga, að ekki yrði horfið frá lækkun útvarpsgjalds sem að lækkar vissulega tekjur og gerir rekstur útvarpsins erfiðan. Og ég, eins og hæstv. ráðherra held ég, er mikill áhugamaður Ríkisútvarpið og af mörgum ástæðum, en ekki síst sem mikilvægrar menningarstofnunar. Ég vil meina að íslenska Ríkisútvarpið sé framvörður íslenskrar menningar og tungu og ekki síst íslenskrar tónlistar, og ég hef áhyggjur af rekstrarstöðunni sem að mun koma upp þegar að tekjur til stofnunarinnar munu lækka. Nú vitum við að Ríkisútvarpið hefur staðið í fjárhagslegum erfiðleikum. Það er búið að skera talsvert mikið niður. Nýjar stjórnendur og ný stjórn hafa staðið saman og að því virðist gengið vel að aðlaga reksturinn. Það virðist hafa gengið óvenju vel að að gera það farsællega, að hafa starfsfólkið samtaka í vinnunni og þó svo að maður finni auðvitað mun að án þess að það bitni of illa á dagskrá eða setja allt í loft. Og nú hefur þverpólitísk stjórn Ríkisútvarpsins sammælst að það verði mjög sársaukafullt að fara í breytingarnar ef svo fer sem horfir, og gefið þær yfirlýsingar til okkar. Og þess vegna langar mig til þess að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann deili ekki áhyggjum af þessum síðustu breytingum og hvort að hann sé ekki sammála mér að skipti máli að Ríkisútvarpið sé sterkt í menningarlegu tilliti. Næstu tekur til máls hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég held að við séum sammála það og ég held að það sé reyndar ágætt samkomulag það að Ríkisútvarpið hefur mjög mikilvægu hlutverki að gegna, einkum og sér í lagi þegar kemur að menningarlífi þjóðarinnar. Ég hef áður nefnt það hér í þessum ræðustól að það er áhyggjur sem að
Við höfðum hér á árum áður vegna áhrifa hins svokallaða kanasjónvarps á þróun tungumáls og menningu þjóðarinnar ættu að vera okkur til umhugsunar þar sem að það voru þó hreinir smámunir á við það sem við að fást nú á tímum. Og það alveg sérstök ástæða til þess að halda vöku sinni hvað varðar tungumálið okkar, máltöku barna og íslenskt menningarlíf, ekki á þeirri hugsun að við að einangra okkur og loka af, heldur einmitt að vera opin, hafa þetta sem fjölbreyttast, opin fyrir sem flestum straumum og stefnum, en gæta vel að því sem okkar menning og okkar saga. Og Ríkisútvarpið auðvitað stærsta menningarstofnun þjóðarinnar, þess vegna skiptir það máli að það geti sinnt því hlutverki sem að lög og reglur kveða á Ef að við viljum draga verulega úr fjármagninu, þá erum við að gæta þess á sama tíma að þau verkefni sem við felum Ríkisútvarpinu, að þau séu í takti þar við. Það verður að gæta þess. Síðan vil ég taka líka undir það sem hér hefur verið sagt að núverandi stjórn Ríkisútvarpsins og stjórnendur hafa náð markverðum árangri varðandi hagræðingu í rekstri. Það kemur fram í Eyþórsskýrslunni svokölluðu að á síðasta ári hefur verið dregið úr rekstrarkostnaði upp undir 5%. Það hefur verið leigt út húsnæði sem ekki notað. Það hafa verið komið í verðmæti þessari lóð, byggingarréttinum. Allt þetta til hins betra, en það breytir ekki því að sjálfsögðu þessi fjölmiðill eins og aðrir fjölmiðlar í landinu þarf að standa frammi fyrir breyttu umhverfi og ég ekki í hópi þeirra sem segir að Ríkisútvarpið eigi að vera óbreytt aldur og ævi. Það hlýtur auðvitað að þróast í takti við það sem að gerast á þessum fjölmiðlamarkaði. Næstu tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Óttar Proppé. Virðulegur forseti. Ég og hæstv. Ráðherra deilum þeirri skoðun að Ríkisútvarpið eigi að þróast og breytast. Auðvitað það eiginlega segir sig sjálft og það myndi væntanlega hætta að geta staðið undir sínu hlutverki, skilgreindu hlutverki og líka sem menningarstofnun ef það væri ekki þróun þar. Það kannski dálítið augljóst fyrir mér sem að kemur úr tónlistarbransanum að þetta uppeldishlutverk Ríkisútvarpsins ómetanlegt og hluti af því sem hefur gert það verkum hvað íslensk tónlist orðin bara hreinlega stór bransi og stór alþjóðlegur bransi á Íslandi. En nú hefur stjórnin og núverandi stjórnendur Ríkisútvarpsins sett fram áætlanir breytingar og komið mörgu þeirra til leiða. En ég hef áhyggjur af því að þessar breytingar sem nú að verða á lækkun tekna, að þær muni setja þær áætlanir í uppnám og ég hef áhyggjur af því og vona að biðla til hæstv. Ráðherra að standa með mér og öðrum í því að reyna að koma í veg fyrir að þær áætlanir fari allar út í sandinn. Hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson tekur til máls. Virðulegi forseti. Auðvitað þarf að setja allar stærðir hér í samhengi. Ríkisútvarpið hefur úr umtalsverðum fjármunum að spila. Þjónustutekjurnar kringum 3,5 milljarður og auglýsingatekjur upp á 2,2. Það sem við erum að ræða hér mismunun á milli 17.800 krónur og 16.400 sem ef ég man rétt þýðir þá lækkun upp á 460 milljónir. En þá þarf að horfa auðvitað til þess að það hafa á undanförnum árum, allt frá 2008, hefur orðið samdráttur í framlagi ríkisins, ef við miðum við það ár. Stofnunin hefur farið í gegnum heilmikla endurskipulagningu og það sem skiptir okkur máli sú hugsun sem felst í því að við setjum lög á það sem við ætlum þessari stofnun ákveðið hlutverk. Þess vegna hef ég þá skoðun, reyndar, þessum máli auðvitað skylt, að það sé skynsamlegt að stefna því að Ríkisútvarpið fari af auglýsingamarkaði. Ég tel að það sé óheppilegt að auglýsingar verði alltaf stærri og stærri hluti af heildartekjunum og þess vegna finnst mér við svolítið vera að stefna í öfuga átt hvað þetta varðar. Ég held að það sé skynsamlegra að setja upp áætlun það hvernig við komumst með Ríkisútvarpið af auglýsingamarkaði vegna þess ef að ríkið setur lög að það eigi að gera eitthvað, þá tel ég að það eigi þá að fylgja því fjármagn til þess að gera það, en ekki ætla þessum aðila síðan að vera í harðri samkeppni við aðra fjölmiðla að ná í fjármagn til að uppfylla bókstaf lagana sem við höfum sjálf sagt hér. Mér finnst að það ganga gegn því markmiði að hafa fjölbreytta fjölmiðlaflóru, virðulegi forseti.